Nú ætlum við að kíkja á hvernig við teiknum jöfnur í hnitakerfi og getum jafnvel notað jöfnur til þess að leysa. Ég nota hnitakerfi til þess að leysa jöfnur, segi ég. Áður en við byrjum að teikna jöfnur þá þurfum við að læra að teikna inn í svona hnitakerfi. Það gerum við með því að lesa upp hnit af punktum eða teikna punkta upp eftir hnitum. Hér er búið að teikna 4 punkta A, B, C og D og ég ætla að lesa hnitin. Það eru 2 ásar hérna, 2 talnalínur. Hér er X-línan og hér er Y. Lesum alltaf X-línuna fyrst, þessa hér. Þetta er í raun og veru endalausar talnalínur. Ég er búin að skrifa hérna upp í 4 bæði pluss og í mínus. Mínus hérna fyrir neðan og hérna vinstra megin við. En þessar línur ná endalaust í allar áttir. Punkturinn A er hér og þegar ég fer að lesa hnit punktsins A þá þarf ég fyrst að fara niður á X-línuna. Af því ég les alltaf X-hniti fyrst. Það fer ég bara beint niður og ég lendi nokkurn veginn á X-hnitinu 2. Þar af leiðandi fær punkturinn A X-hnitið 2, og þá athuga ég hvar ég er á Y-ásnum, fer beint til hliðar, beint á ásinn, því nokkurn veginn 1, 2,1. Við höfum hnit punkta alltaf í svona svega. Punkturinn B, X-hnitið er -1, 2. C-punkturinn er -2, 3. D-punkturinn segi ég 3. Þetta átt að vera -3. D-punkturinn var 3, -1. Þið sjáuð að hnitakerfið skiptist í 4 fjórðunga og punktarnir eru hér allir hver á sínum fjórðungi. Þessum fjórðungi hér eru öll hnit með bæði hnitin með plústölu. Hér er fyrri talan mínus, seinni talan plús. Hér eru báðar mínus sjáði og hér er seinni talan mínus en fyrri talan er plús. Þannig raðast bara hnitakerfið upp af því að hér er 0,0 og hér eru mínustölur og hér eru mínus, hér eru plús og hér eru plús. Lesum alltaf Y-ásinn, X-ásinn. Þá ætlum við að teikna punkta. Þetta ger ég nákvæmlega eins. Ég byrja á að skoða punktin A, hann er með X-hnitið 1, þá fer ég hérna 1 í X, svo tel ég upp. Af því að Y-hnitið er 4, aftari talan, 1, 2, 3, 4. Það þýðir að punkturinn minn kemur það bil hér. Punkturinn B, -2, þá fyrir ég -1, 2, 2 í plús, 1, 2 fyrir hérna upp, punkturinn er það bil hér. C-punkturinn, nú kemur pínu skrítið, sjáðu. Hér eru 2 kommur. Það er af því að þetta er 1,5, þetta er ekkert alltaf heilar tölur og ef það er komma í annari hvori tölunni, fyrri eða aftari, þá hef ég ekki venjulega komið hérna á milli eins og er í öllum hinum dæmunum, heldur setja svona semikommu. 1,5 hingað, það þýðir að ég fer hérna mitt á milli, 1 og 2. Komma -3, þá fer ég 1, 2, 3 niður. Punkturinn lendur það bil hér. Og síðasti, -2, -4, þá fer ég í -2 og síðan í -4 og teikna punktinn hér. Þegar við búum til gildistöflu til þess að teikna graf, gildistaflan er í raun og veru bara hjálpargagn til þess að teikna. Þá teikna ég gildistöflun alltaf svona og ég set inn einhverjar tölur. Það er pínu umdeilt hvað á að setja inn margar tölur.
En eftir því sem við setjum fleiri tölur, þá minkum við líkurnar á villu. Því ef við gerum einn punktinn vitlaus, hann lendir ekki á línunni, þá sjáum við það strax. Ef við gerum bara 2 eða 3 tölur, þá sjáum við ekki eins glögglega hvar línan á að vera. Þessar tölur sem ég set inn hérna, ég mæli með því að þið notið þessar tölur, en það má notið raun hvaða tölur sem er. Ég mæli hins vegar sterklega með því að þið notið 0 og tölur sitt hvoru megin við 0 og er raun jafn langt frá 0-inu til þess að sjá hvað gerist þegar ég setið inn mínustölur og plústölur. Síðan skrifu jöfnuna 2x er jafnt og y og ég hef y-ið í alveg sér reitt. Nú set ég bara inn tölurnar. Þetta er alltaf 2 sinnum x. Þetta er talan sem ég ætla að setja inn fyrir þetta x. Þannig ég skrifa bara sinnum -2. 2 sinnum -1. 2 sinnum 0. 2 sinnum 1. 2 sinnum 2. Þið sjáðu að tala sem er hér, hún lendir alltaf hérna inn í staðinn fyrir x-ið og það er sinnum hérna á millimunniði. Svo reikna ég út úr þessu, hvað kemur út úr þessari margföldun? -4, -2, 0, 2 og 4. Nú er ég komin með punktana sem ég ætla að tekna. -2, -4, -1, -2, 0, 0, 1, 2, 2,4. Ég þarf ekkert endilega að skrifa þessa punktu upp, ég get lesið þá bara upp hér. En svona þegar maður er að byrja þá er ágætt að skrifa þá upp. Og nú teikna ég bara punktan upp. -2, -4 er það bil hér. -1, -2, 0,0, 1,2 og 2,4. Þið sjáu þetta lendir á beinni línu. Kannski ekki alveg bein hjá mig línan. En ef þið notar reglustyku þá er auðvelt að gera þessa línu beina. Ég ætla að sýna ykkur annað dæmi. Skulum kannski nota þessa jöfn aftur. Ef við segjum að þetta sé kostnaðurinn við að hringja og það kostar hver mínúta kostar 2 krónur. Bara til þess að notum eitthvað. Og þá get ég séð hvað get ég tala lengi fyrir 4 mínútur. Fyrir 4 krónur. Já, þetta eru krónurnar, þetta eru mínúturnar. Fyrir 4 krónur, glung, ég get talað í 2 mínútur. Fyrir 5 krónur get ég talað í 3 mínútur. Og svo framvegis. Þannig að ég get nota þetta til þess að leysa út gildi fyrir ýmist x-töflur ef ég veit annað hvort. Þá þarf ég ekki alltaf að rekna það út, ég get beint lesið það út úr myndinni. En þá er þessu lokið. Aftur, hér stendur ekkert að ég að gera gildistöflu. Ég ætla samt að gera það. Einfaldlega vegna þess að gildistaflan er öruggasta hjálpartæki til þess að teikna svona graf. -3x plus 2 er jafnt og y. Nú er þetta aðeins flóknari útreikningur. Ég þarf að gera -3 sinnum -2 plus 2. -3 sinnum -1 plus 1. Nei. Svo, gerði ég vill þessu. Það er alltaf plus 2 af því jafnan segir það. -3 sinnum 0 plus 2 -3 sinnum 1 plus 2 -3 sinnum 2 plus 2. Aftur, þar sem x-ið er, þar koma þessar tölur hérna inn í. Svo reikna ég út úr þessu. -2, þetta eru 8. 5, 2, -3 sinnum 1 er -3, þetta er -1, -4. Ég geti slegið þetta bara inn í vasareikni ef ég er að gera þetta frætt fyrir ykkur. Og aftur er ég komið með punktana. -2,8, -1,5,
0,2, 1, mínus 1 og 2, mínus 4. Tekna línuna mínus 2,8. Nú fer ég út fyrir myndina mína, það allt í lagi. Þá þarf ég raun og veru bara að telja út 4, 5, 6, 7, 8 og sirkabót 2 til hliðar. Það er svona það bil hér eitthvað staðar. 1, mínus 1,5 er hér, 0,2 er hér, 1, mínus 1 er hér og 2, mínus 4 er hér. Þið sjáuð að þetta er svolítið brött lína. Það sem ég get núna gert og ástæðan fyrir því að við erum að þessu, af hverju erum að teikna upp svona gröf fyrir línur eða jöfnur, er að núna get ég lesið ekki bara tölurnar, hvað kemur út ef ég set inn tölurnar sem ég sett inn, þar að segja þessar hér, þá kemur þetta út. Ef ég set þessi x gildin, þá er þetta öfsulan gildin sem kom út. Heldur get ég líka lesið út að ef ég set inn til dæmis hnitið hálfur, þá get ég séð að það er það bil hér, þá get ég lesið að það er eitthvað tæplega 0,78 eitthvað svo leiðis. Sjáðu, ég get alltaf farið á milli talnana. Ef ég set inn x-hnitið 1,5, þá fæ ég sirkabát 2 í öfsulahnitti. Ég get líka notað þetta hvaða x-hnit þarf ég að setja inn til þess að fá gildið til dæmis mínus 2. Þá fer ég bara hérna upp. Þá þarf ég að setja inn gildið sirkabát 6,5 eitthvað svo leiðis. 5, 6 er svona rúmlega 6. Þetta getum við notað í orðadæmum þar sem að við skulum segja að þó að sé kannski ekki raunverulega tölur, en við skulum segja að þetta sé hérna kostnaður við að hringja